Þátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það komið að síðasta viðmælenda kvöldsins. Það Guðmunda Brynja Óladóttir framherji Selfoss í Pepsdeild kvenna. Komdu blessuð og sæl. Hæ. Herðu, og til hamingju með sigurinn núna helgina. Það var, já, hann var nú ekki gefinn. Nei, við þurftum að vinna fyrir þessum sigri. Já, heldur myndur. En það gerði hann líka sætari. Já, þið þurftuð að hafa þetta eins dramatískt og hægt var. Lokatölu 3-2 Valur voru 2-0 yfir þegar 10 mínútur eftir voru að leiknum. Já, við vorum ömulegar allan leikinn. Þannig til að voru 10 mínútur eftir. Þá nær Lóa að skora mjög gott mark og það kveikir í okkur og það kemur smá panik í valsliðið og við náum að brjóta það niður og spiluðum eiginlega bara frábæra 10 mínútur. Og já, mér skildist að sigurmarkið sem kom í uppbóta tíma, það hefði ekki verið að vera í endanum. Nei, hittir að skora sitt fyrsta mark fyrir Selfoss og mögulega bara eitthvað mikilvægasta mark sem hún hefur skorað núna allavega þessi tímabili og vonandi verða bara mörkin fleiri í Haukdísi. Já, var þetta ekki skot einhvers staðar lengst fyrir utan eða? Þetta var bara skot frá miðju, bara drullu góð aukaspyrna og bara hitti vel á markið og næra að lesa Söndru að Söndru sér svolítið framalega í markinu og heiti sér náttúrulega með frábæna skotskóp og bara nýtti sér það. Þú fórst út að 14 mínútur fyrir leikslok og hvernig var upplifunin að vera bara á bekknum og sjá þetta mark og sjá þessi mörk? Þú væntanlega er það ekki bara trillst þarna á bekknum eða? Jú, það trilltist allt og það var ógeðslega gaman að vera á bekknum með öllum en maður hefði náttúrulega vilja vera inn á en það var eiginlega bara ótrúlegt þetta var svona hálf ævintýralegu sigur. Áður við heldum áfram að tala Selfoss og liðið, þú væntanlega ekki fylgst með stelpunum okkar núna fyrir vikunni? Já. Sjálfsögðu, nákvæmlega. Og þær voru nú heldur betur ekki í vandræðum að reyna að tryggja sér inn þó að það sé ekki ennþá orðnar og öruggar en þá en það var ekki vandræðagangurinn á þeim? Nei, það eiga náttúrulega 2 erfiða leiki í haust en náttúrulega spiluðu frábærlega á móti Skotlandi og bæði Freyr og Ási og Óli eru bara búin að gera frábæra hluti með þetta lið og þetta er alveg lið sem ég trúi að er að fara er núna að fara að komast bara beint inn á EM og þess fara í umspil og voru bara gaman að sjá hvernig það verði í haust. Og þú æfir náttúrulega oft með þeim þarna og ert oft kölluð inn í þennan hópu. Hvernig er stemningin að vera þarna í A-landsliði kvenna? Er þetta ekki svolítið svona sérstök stemning? Jú, það er ótrúlega gaman. Það er og stelpunar eru allar sem svona stóru stjörnurnar sem eru að koma úr stóru liðanum eru allar mjög jarðbundnar og Freyr og Ási og eru að ná bara í besta fram úr öllum leikmönnunum og þannig að það myndast ótrúlega góð liðseild og það hefur svona verið kannski einkenni á Ísland og svona sterk liðseild og góð nærvera og allir að gera sitt besta. En svona líkunar á því að þær sé að fara til Hollands á Evrópumeistarmótið, þær eru orðnar heilmiklar. Svona, má segja að það séu komnar inn eða? Já, ég held bara eins og Freysi sagði, ég held að það sé alveg óhætt að byrja að panta sér bara gistingu í Hollandi. Þær eru það sterkar og það þarf mikið að gerast að þær fara ekki inn á EM. Já, okkurlega. En þá að ykkur aftur á Selfossi og mótið hjá ykkur svona í Pepsdeild kvenna, það hefur, það má segja að þið hafi bara farið vel að staðið þegar ekki? Jú, ég held að við séum bara allar mjög sátt við hvernig við byrjum. Náum náttúrulega, erum búin að ná góðum útsigri á IBVF, gott að sækja sigur þar og náttúrulega erum búin að vinna 2 og tapa 2 og á móti mjög sterkum liðum, Breiðablik og Stjörnunni. En búið að vera hörku leikis, þannig að við getum byggt ofan á það og tekið að góða úr þeim leikim. Og svo er náttúrulega deildin bara það jöfn að það er stutt á milli, ég held að það sé bara eitthvað 5 stig á milli okkar og Stjörnuna sem er í efsta sæti, þannig að það fær svo lítið að gerast þá ertu komin á toppinn.
Og já, þið dróist núna gegn IBVF í bikarnum og í Vestmannaeyjum og þið kannist ansi vel við það. Var þetta ekki sama staða í fyrra þar sem að nema þið mættust þá eða ekki undanúrslitum? Þetta sama staðan var í fyrra og hitt í fyrra. Bara eins og það leggur sig. Já, við erum finna vanar að fá IBVF í 8 úrslitum. Já, og Val undan því? Já, þannig að við erum bara, það var gaman að fara til IBVF, til Eyja og spila IBVF, það er alltaf gaman að fara á Steinsvöll. Já, var það ekki leikurinn í fyrra sem endaði í framlengingu og læti? Jú, báðir leikirnir hafa alltaf farið í framlengingu og vítaspyrnukeppni. Þannig að þetta hafa alltaf verið hörkuleikir og þessi leikur verður held ég engin undantekning. Já. Eru þið að gera þetta viljandi þið hérna í Selfoss að fara svona illa með okkur hérna sem að fylgjast með það sem að bara gera mann alveg endalega spenntar fram í lokin? Ég held að við erum að búa til svona áhorfenda stemmingu og þannig að við erum að fá fólk á leikinn. En þá á hótnum sjálfum, það er talsverða breytinga frá því í fyrra og já, það er nýr þjálfari í brúnni og já, og líka svolítið svona, já, það má segja að þið séu búin að yngja ykkur upp eða ekki liðið sjálft, eins og þið voru nú unga fyrir. Já, svona urðum yngri en reynslu meiri. Og fengum náttúrulega til okkar 2 frábæra útlendinga, náttúrulega Hjeldum Sjantey sem var bara krúsjál og fengum svo varnamann og sóknamann sem er búin að stunda sig bara báðar frábærlega og sérstaklega Ló er að raða inn mörkum fyrir okkur og já, eru báðar bara frábærir knattspyrnumenn bæði innan vallar og utan og eru að passa ótrúlega vel inn í hópinn þannig að þær voru mikill fengur fyrir okkur. Nú er svolítið í næsta leik, hvernig munið þið nýta undirbúningin? Eru þið kannski allar að fara að þælast til Frakklands eða hvernig verður undirbúningu fyrir næsta leik? Það eru einhverja sem fóru til Frakklands en svona það sem eru hérna heima bara halda áfram að æfa og þetta er bara svona eins og nýtt prísvísson fyrir okkur. Þannig að við reynum að nýta bara pásuna vel og lögum sem þarf að laga og æfum líka það sem er gott. Þannig að við séum ennþá betri því. Ná vonandi að tengja saman betur. Og já, hvernig líst þér á kallaliði Selfoss? Hvernig þeir hefur gengið? Bara ótrúlega vel. Gunni er að ná þvílíkum árangri með liðið og náttúrulega langt sen er komist í 8 úrslit. Þannig að bikar Gunni heldur áfram í bikarnum. Já, bikar Gunni, nákvæmlega. En já, deildin líka flott sem er að ná flottum úrslitum og eru að spila vel, spila góða vörð, þannig að það er mjög gaman að horfa á það núna. Þá í lokin að henni sleppti þá verði ég að spyrja þig út í íslenska landsliði karlamegin, hvernig leggst þetta í þig í Frakklandi? Alveg ótrúlega vel, ég er þvílíkt spennt fyrir leiknum, maður er búin að kaupa sér treyju og maður er bara tilbúin í leikinn á morgun sko. Já, og hvernig heldur Ísland-Portugal fara á morgun? Ég held að hann fari 1-0 og að Jóndaði skori. Já, hann bara opni þetta bara eins og þetta leggur sig. Já, hann opnaði náttúrulega undan keppnina og hann er líka að fara að opna EM. Já, nákvæmlega. Hversu langt heldur að strákunum okkar geta farið? Þeir geta náttúrulega farið alla leið en svona þín svona spá, svona köldspá? Köldspá, þeir fara held ég upp á riðlinum og fá eitthvað svona stórleik í 16 úrslitum. Já. Og það verður bara... Kemur ljós eftir það? Kemur ljós eftir það, en ég ætti að fara upp úr riðlinum. Já, ég ringi þið þegar komið í ljós. Já. Nákvæmlega. Guðmunda Brynja Ólafsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, það er náttúrulega allra mikilvægast sem þið hafið það ekki í sumar, það er 12. maðurinn, það eru áhorfendurnir. Já, bara hvet alla til að koma á völlum, bæði hjá stelpunum og strákunum og við þurfum á eitthvað stuðning að halda. Finnurðu mikið fyrir því sem leikmaður inn á vellinum að það skiptir miklu máli? Já, það er oft gott svona þegar það eru 10 mínútur eftir og maður er orðinn þreyttur að heyra í áhorfendunum kalla á mann áfram sko, að gefa manni auka búst. Nákvæmlega. Guðmundur Brynjar Ólafsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel í sumar. Já, takk sömuleiðis. Bestu þakkir. Bless. Já, sportstátturinn verður ekki lengra sinni, minnum á sjálfsögðu á leikinn annarkvöld en svona áðurinn hveð þá verði ég að koma inn á það að Íslendingur setti nýtt heimsmet núna í kvöld í sportáttinum fyrir utan kannski mig að taka öll þessi viðtöl. Þá er það Jón Margeir Sverrisson sem að setti enn eitt heimsmetið í sundi en hann er þessa dagana stattur í Þýskalandi opnað þýska meistaramótinu og gerði sér lítið fyrir og setti heimsmet í 800 metra skriðsundi
og Jón kom í bakkana 8:48 mínútum en gamli tími hans var 8:53:13. Svo magnaða bætingu að ræða. Þetta ansi góð bæting í sundi, það má segja það. En þá setti Jón einnig nýtt Íslandsmet í 100 metra flugsundi á tímanum 1:10:17 mínútum. En Jón ekki einn íslenska keppanda því að Sonja Sigurðardóttir í IFR, hún hefur einnig sett nýtt Íslandsmet á mótinu og það gerur hún í 100 metra baksundi. Hún kom í bakkan á 2:14:50 mínútum. En nú það bili, ég þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld, komið langt yfir dagskrárlið, eins og ég sagði við ykkur, þá þetta sérstakur sportáttur í kvöld, það sem mikið í vændum og það að sjálfsögðu út að EM Karla líka annað kvöld meðal annars. Annars öll viðtöl úr þætti kvöldsins má finna á sportátturinn mánudagskvöld á Facebook og svo komin þessi nýja og fína síða á suðurlandfm.is og það muniði alla vikuna geta séð skemmtilega fréttir úr sportinum. En ég þakka fyrir mig í kvöld, njótið vikunum sem framundan og áfram Ísland! Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM.